Við erum velkomin í Hina Reykjavík. Við ætlum að ræða húsnæðismálin í borginni. Eins og við vitum þá fólk sem að bíður eftir íbúð hjá Reykjavíkurborg og biðlistinn langur. Fólk hefur beðið lengi og við ætlum að ræða þessi mál og hún Aníta da Silva Bjarnadóttir komin hingað til okkar í Hina Reykjavík. Og ég tók eftir því að ég sá athugasemdir á Facebook þar sem að þú talaðir að hafa beðið í næstum því 12 ár eftir félagslegri íbúð. En það hafi ekki gengið upp, þannig að þú hafir bara gefist upp og Já, ég gafst bara upp. Ég bara hætti að endurnýja í rauninni, sko. Eignaðist barn og ákvað bara að hætta að endurnýja. Sá ekki fram á að eitthvað myndi breytast. Ég skil ekki alveg forgangsröðunina hjá þeim. En núna kemst enginn á þennan lista nema hann sé einmitt metinn í þörf, svona félagslega og fjárhagslega. Já. Og ég haldi, þannig að ég skil ekki alveg, þú sækir og ert samþykkt og hvað gerist svo? Og svo bara bíðirðu eða hvað, færðu einhver svör á meðan þú ert að bíða eða hvernig ferli á bak við þetta allt saman? Meinarðu þá þegar ég fyrst sótt Já, ef við byrjum á byrjunni, hvar sækir maður félagslega íbúð? Þú ferð semst bara niður í félagsþjónustuna þar sem að þú býrð, færð úthlutaða ráðgjafa, félagsráðgjafa sem að þú hittir alltaf og þú þarft að endurnýja einu sinni á ári minni mig, en þeir láta það alltaf vita áður en að umsóknin rennur út, sko. Og það var, það aðeins búið að breyta svo kerfi, það var alltaf þannig að bara á miðvikudögum þá var tekin fyrir þá var bara fundur og tekið bara listinn og bara, ok, við höfum þetta mörg húsnæði, 3 húsnæði, segjum það, 3 íbúðir, hver í rauninni mestu neyð. Og svo þetta bara tekið, pínu handahófskennt í rauninni, sko. Af því ég var í fóstri og fósturmóðir mín satt stundum á svona fundum og hún sagði að það hefði verið hræðilegt að oft voru til dæmis eins og fólk sem var að koma sér úr neyslu tekið fram yfir kannski mömmu sem svaf í bílnum sínum með barnið sínu. En ég vona að þetta sé aðeins að breytast, ég til dæmis kemst ekki að í svona leigufélögum af því að ég öryrki, þannig að ég ekki neinu stéttarfélagi. Þannig ég vona að allavega í dag séu þeir sem að komast að í svona leigufélögum að þeim sé bent þangað. Mér minnir að félagsráðgjafinn sem ég núna með hafi sagt að þeir séu einhvers konar samstarfi með eins og Bjarg og Alma og einhver svona félögum að vísa þeim einstaklingum þangað sem geta í rauninni leigt hjá þeim. En annars þarf þetta að endurnýja á hverju ári, sko. Og hvað varst að gera þá þegar þú varst að endurnýja? Þú ert væntanlega ekki í húsnæði sem eitthvað á viðráðanlegu verði eða hvað? Hvernig það væntanlega ástæða fyrir því og sóttir félagslegt leiguhúsnæði og hvað þessi villti leigumarkaður, hann hefur kannski ekki farið mjúkum höndum þig eða hvað? Bara alls ekki, sko. Ég var fyrst 15 ára þegar ég fór á hana lista. Þá var mér boðið úrræði á einhvers konar, ég veit ekki hvort að ég kalli þetta búsetu úrræði fyrir unglinga, en hún sagði mér að þetta væri eiginlega fyrir vandraða unglinga, sem ég var ekki, þannig að ég var bara nei, ég bara gat ekki búið heima hjá mér. Þannig að ég flutti bara á milli vinkvenna og var bara á sófanum hjá vinkonum mínum þangað til að ég fór að leigja þegar ég var 17, ég var að vera 17 ára og bara búin að vera standi því hingað til og núna að leigja á 250.000, takk fyrir. 250.000 Jep. Sem þú ert að leigja? Jep. Það 1/4 milljón. Það 1/4 milljón, algjör, guð, ekki segja þetta svona. Já, þetta 1/4 milljón, það rétt. Vá. Þú sæl. Já, hæ. Eitt lítill Já. Þannig að á 4 mánuðum þá ert þú búin að borga 1 milljón í leigu.
Já, Guð minn góður. Það er svo agalegt að hugsa út í þetta vegna þess að ef að fólki yrði gert auðveldar til dæmis að komast í gegnum greiðslumat, þá gæti ég auðveldlega hafi verið búin að kaupa mér húsnæði. Hvað ætli ég sé búin að eyða mörgum milljónum á þessum 11 árum sem ég er búin að vera að leigja? Ég hefði vel geta bara eignast húsnæði, en fólk er náttúrulega gert rosalega erfitt að komast í gegnum greiðslumat, þannig að fólk neyðist til að vera á leigumarkaði, og ef þú neyðist til að vera á leigumarkaði og ert að borga kannski 3/4 af ráðstöfun og tekjum, þá bara segir það sig sjálft að þú ert ekki að fara að setja til hliðar fyrir íbúð, sko. Það bara gengur ekki upp, sko. En hvað já, ég bara ennþá bara hugsa, sko, þessi næstu 12 ár, ég skil ekki af hverju það bara engin svör og það ekkert, þú veist, var ekkert tíma hringt í þig og bara herðu, þú veist, það fer að koma að þér, þú ert ofarlega á lista, afsaki biðina, en á meðan, þú veist, þú nefndir þetta heimili sem að einhvern tímann þegar þú varst ung að hefði bent á, er það þá vegum félagsþjónustunnar, það þá félagsþjónustan sem að talar það? Já, eða barnavernd, örugglega barnavernd frekar því að ég var bara 15 ára, sko. En ég ætla að giska hafi verið eitthvað vegum þeirra, sko. En nei, það var aldrei, það var bara, já, þú þarft að koma endurnýja, svo endurnýja, það var aldrei, þú veist, ég var oft tilnefnd, en af því það þarf að tilnefna, félagsráðgjafinn tilnefnir einstakling sem að honum finnst eiga að fá að komast að. En það var aldrei. Ekki hingað til, ekki ennþá. Þannig að já, tilnefnd, þá ertu kannski ofarlega, þá ertu... Já, eða sko, þá allavega greinilega líta þið svo á að neyðin sé þannig að þú þurfir húsnæði, en svo náttúrulega vitum við bara að biðlistinn er langur og það eru margir í neyð og þú þarft að skora ákveðið hátt. Þú skora svona stig, ef þú ert einstæð með barn til dæmis, þá færðu auka stig, aldur auka stig, það er svona ýmislegt sem að telur, sko, og í dag skora ég mjög hátt. Þannig ég er svona vona, félagsráðgjafinn einmitt sagði bara, ég hef aldrei heyrt neitt sem að hefur þurft að biðja svona lengi, sko. Ég er svona vona, þetta verður ekki önnur 12 ár, sko. En svo vitum við náttúrulega að neyðin er svo mikil og það er ekki nógu mikið húsnæði. Hvað finnst þér þegar þú heyrir svona hluti eins og kannski mesta uppbyggingarskeið í sögu borgarinnar og aldrei meira verið byggt? Færðu svona von, verður svona já, núna er þetta gerast. Hvernig svona líður þér að heyra þannig frá stjórnmálafólki innan borgarinnar? Bara alls ekki, vegna þess að jú, það er búið að byggja fullt af íbúum þarna við höfnina til dæmis og gamla hjá kúlaportinu og þar og jú, það er verið að byggja fullt, en ekki fyrir fólki svo mig. Það er ekkert verið að byggja fyrir hvort sem eru öryrkjar eða láglaunafólk eða einstæðir foreldrar eða sko þessar íbúðir eru ekki á þannig leiguverði að þær séu aðgengilegri fyrir þá sem þurfa. Þannig í rauninni breytir þetta engu, jú, fleiri íbúðir, en það breytir samt ekki leiguverðinu, sko. Sveitarfélögin, eins og þetta að koma ábyrgðinni yfir á önnur sveitarfélög, ríkið ætti náttúrulega bara að taka sig til og byggja, það er nóg af auðu svæði. Þetta þarf ekki alltaf verið í miðbænum. Það er alltaf eins og það þurfa að byggja allt í miðbænum. Það er fullt af auðu plássi á mörgum öðrum stöðum sem væri hægt að byggja, hvort sem það eru blokkir eða fjölbýlishús eða hvað sem það er. En það er eins og það sé ekki mikið pælt, ekki mikið hugsað út fyrir miðbæinn. Finnst mér allavega, sko. Íbúðirnar sem eru að koma núna henta einmitt. Það er ekki lágtekjufólk sem þetta hentar ekki þörfum þeirra og svo einmitt þegar þú talar þegar maður er ekki í verkalýðsfélagi eða þegar maður er ekki í stéttarfélagi komst ekki inn í það úrræði og það er einhvern veginn ekkert svona sem að maður kemst í einhvern veginn og það bara svona
Það hugsa maður hvað fólk að gera einhvern veginn og það er bara eitthvað svona þessi endalausa bið og já, ég var á þessum lista sem barn, þú veist, mamma mín var á þessum lista og ég var þá sem barn og þá voru næstu í 3 ár og þú veist, það er svo skrítið að sjá einhvern veginn að þessi listi sé ennþá til staðar, þú veist, að hann sé svona langur einhvern veginn og það sé bara fólk að bíða og maður hugsa þú veist, hvað er fólkið á meðan, þú veist, þú talar sófa hjá vinkonum og vera á leigumarkaði og þetta er bara svona, þú veist, já, maður skilur ekki hvað fólk er að gera, sko, svo koma allar þessar rannsóknir og skýrslur sem að segja að láglaunafólk og einstæðir foreldrar eru bara að neita sér heilbrigðisþjónustu og bara eru í fjárhagserfiðleikum og hafa ekki nægt fjármagn á milli handana til þess að sinna bara þessari svona því sem að við teljum vera grunnþjónusta, að vera með að fara til tannlæknis eða leita sér læknis aðstoðar, þannig að þetta náttúrulega bara bitnar á svo mörgu sem að fólk er að reyna að díla við þú veist, þú talar þetta 250.000 krónur í leigu, maður forvitnast hvað er þetta ykkur risa íbúð? Alls ekki, þetta er mjög svona óhentugt húsnæði í rauninni, sko, mjög. Þetta, já, ég meina þetta bitnar líka bara á börnunum hans. Þú veist, það eru börnin okkar sem að líða fyrir þetta úrræðaleysi. Þegar þú situr uppi með þá ákvörðun, ok, ég er á lista yfir félagslega íbúð, en það getur tekið nokkur ár. Ég kemst ekki að hjá leigufélögum, hvað á ég að gera? Það er einhvers annan val en almennu leigumarkaður og almennu leigumarkaður hefur bara sýnt sig að er bara í rauninni geðveiki, ef að ég má orða það svo. Þú veist, að leigja út til dæmis 70-80 fermetra íbúð á 285.000 eða nálgast 300.000, þetta, og svo á maður að eiga fyrir 3 mánaða tryggingu sem er bara 1 milljón. Þetta er svo óraunsætt og það er eiginlega bara til skammar að ríkisstjórnin og bara ríkið okkar sé ekki að einblína meira á þetta. Ég bara átta mig ekki á, þarna liggur neyðin, þarna liggur mesta neyðin, þetta myndi, sko, það er eins og þau átti sig ekki á að þetta skila sér allt aftur í ríkiskassan ef að það er vandamálið. Ef að vandamálið er einhver útgjöld sem að þeir sjá ekki fyrir að eiga fyrir, jari, þetta skila sér allt aftur tilbaka, sko. Líka talar þetta bitnar á börnunum og svona, eitt við leigumarkaðin er að það eru oft tíðu flutningar. Finnst þér það að vera leigjandi, finnst þér að vera mikið óöryggi sem fylgir því eða öryggi, finnst þér að hafa gert svona langtíma samninga í gegnum tíðina eða er þetta misjafnt, kannski eftir tímabilum, finnur einhvern mun, þú veist, núna í gegnum COVID eða hefur COVID eitthvað spilað inn í? Ekki hjá mér, sko, ég er með ótímabundinn samning hér, en það breytir samt ekki leiguverðinu. Eða skilur mig, þú veist, auðvitað er þetta óöryggi. Maður á aldrei, manni líður aldrei eins og maður eigi þetta heimili. Skilur þú hvað við? Þetta er aldrei alveg þitt. Fólk getur alltaf ákveðið bara, já, heyrðu, við ætlum að fara að gera upp bílskúrinu að gera upp þetta, þannig að þið þurfið eiginlega að flytja. Leigusalinn getur alltaf ákveðið allt í einu bara, heyrðu, nú þurfum við að fá húsnæðið tilbaka, þannig að þú eru bara að fara og finna þér eitthvað annað. Það er svo mikil óöryggi, en öryggið kemur í gegnum svona eins og þessi leigufélög til dæmis. Ég held að segja, ef það er ekki rétt mér, það er ekki hægt að henda þér út bara. Þú ert með bara samning til lengdar, þú veist, ekki nema auðvitað þú rústir íbúðinni eða gerir eitthvað, skilurðu, en ég held að sé svoleiðis að það sé miklu meira öryggi þar, sko. Það getur enginn ákveðið bara allt í einu, heyrðu, ég langar að fá íbúðina aftur tilbaka. Þú þarft að fara. Þannig nei, þetta er ekki langt frá því að vera öruggt, sko. Það fyrir að hugsa vel svona hvar maður ætlar að negla og svona, því að svo það maður að spasla upp í þetta allt saman þegar maður skilar íbúðinni. Og svona, má ég mála, má ég gera þetta, má ég hafa læti? Já, þetta er erfið staða sem bara allt og margir eru í, ekki bara ég, bara rosalega margir.
En svo koma hérna húsaleigubætur og húsnæðisstuðningur og lækka leiguna þá eitthvað. Eitthvað, já. Já. En Og það þá í gegnum ég sótti einu sinni sérstakann húsnæðisstuðning þegar ég var námsmaður hjá félagsþjónustunni og það var svona búið að mæla með því fólki í kringum með að ég myndi bara telja upp allt sem að geti hjálpað sko og þá var einmitt verið að spyrja út í fjölskylduna og ég alveg bara nefndi allt saman og það var nú ekki fjárhagslegur stuðningur og ég var nú bara ekki inn í samskiptum með pabba minn og hvað allt væri slæmt þar og maður var alveg að reyna að telja upp allt en svo fekk ég bréfið tilbaka frá Reykjavík og borg að umsóknum sérstakann húsnæðisstuðning hafi verið synjað og þá held ég að þessi ekki að styðja með sko námsmenn og þó maður hafi verið í mínus í rauninni eða kannski með einhverja þúsundkalla þarna í byrjun mánaðar en þá held ég að námsfólk falli ekki einhvern veginn inn í eða eitthvað ég hef ekki fengið nógu mörg stig varðandi sérstakann húsnæðisstuðning þannig ég fekk bara húsaleigubætur eða hvað sem þetta hét þá. Já, það heitir hann húsaleigubætur, heitir bara, ég held að húsbót sé búið að taka við þessu, en ekki hvað þetta hét, mannvirkjastofnun eða eitthvað. En ég með sérstaklega húsaleigustúðning, sko. Ég fekk hann bara þegar ég var unglingur, sko. Þannig að ég hef skorað nóg hátt þar, allavega. Skrítið að námsmenn, já, vá, skrítið. Það greinlega val að vera námsmaður. Já, ég meina þetta nú meira kerfið. En hvað svona finnst þér að þurfa að breytast til að gera þetta svona betra fyrir fólk sem er í þessari stöðu? Það þarf alltaf bara að fjölga íbúðum sem er bara vel hægt. Þessi rök að þetta sé þá verður ríkissjóðurinn ennþá meiri halla, þessi rök bara þetta er líf fólks, við erum að tala um líf fólks hérna. Það er til nóg af peningum fyrir alls konar öðru, af hverju ekki til nóg peningur fyrir þessu. Við greiðum skatta, sko, ég held að, hvað er það ekki, 60-80% af sköttunum okkar sem fara í húsnæðismál og eitthvað svona. Hvar er það? Hvert er það að fara? Það þarf bara að byggja meira, það þarf líka, finnst mér, að gera fólki auðveldar að komast í gegnum greiðslumat, eins og til dæmis í Danmörku. Þú fer í banka þar og segir bara, heyrðu, ég er að leigja fyrir, segjum, 200.000 og þá bankinn vill lána þér frekar, svo þú getur eignast þetta í húsnæði, af því það gefur bara auga leið að þá losnar leiguhúsnæði. Ef að þér er gert kleift að komast í gegnum greiðslumat, ég sem einsta móðir kemist aldrei í gegnum greiðslumat. Ég þyrfti að láta sér pappans eða einhvern annan vera skráðan fyrir því líka til þess að komast ekki með greiðslumat sem að væri kannski 120 skall á mánuði þó að þeir sjái svart og hvítu að ég geti greitt 250 skall á mánuði í leigu. Það er þetta, þetta er svo margþættur vandi, það er þetta greiðslumatsdæmi, það þarf að byggja meira, það þarf að stytta líka þessa biðlista og það eina leiðin til að gera það er að byggja meira. Bara þetta er því miður ekki flóknari það og þetta mun allt skila sér í ríkiskassan hvað sem er ef að það er vandamáli sko. Þetta er svona eina sem ég sé sko. Einmitt, nákvæmlega. Það er bara mjög augljóst. Mjög augljóst. Bara mjög augljóst svona einmitt fyrir almenning. Það er svona skil ég ekki þetta aðgerðaleysi það er svolítið verið að gefa almenning og fólki í neyð bara svolítið puttan. Bara svona bíðið þið bara eins, við þurfum að sinna við þurfum að byggja brýr og eitthvað, bíðið þið bara eins. Nú eru 531 sem að bíða eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði hjá borginni. Og ef allir listar eru skoðaðir, ef þetta er þjónustuíbúðir aldraðra, biðlisti fyrir heimilistæst fólk með miklar og flóknar þjónustuþarfir og svo einstaklingar sem eru að bíða eftir íbúð sem að hentar fólki með fötlun, að þá eru að tala um 883 umsóknir. Vá. Það er ekki eitthvað búið. Já, þessa 500, hvað segirðu, 533 það er undanskildum. 531. Já, það er undanskildum þessum þjónustuíbúðum og fyrir eldri. Það er bara félagslega leiguíbúðir. Já, ok. Vá.
Ætli það sé minna ef það hefur verið eða meira? Það hefur minnkað. Pínu. Það hefur borgarstjóra finnst gaman að tala að biðlistinn hafi helmingast. Ég er nú ekki viss það. Það líka spurning hvort að hann hafi helmingast af því að allir hafi fengið íbúð eða hvort það sé einhverja aðrar ástæður þarna líka á baki. Af því fólk hefur gefist upp. Örugglega frekar það sko, að fólk hafi bara gefist upp. Þú veist dæmi það, þú veist manneskja sem varst á biðlista en eftir ekki lengur á biðlista át af því að þú gafst upp að bíða. Já. Það bara, já. Þannig að, já, hann ætti nú aðeins að koma niður á jörðina, kannski. Það þarf að byggja meira. Ég held að við látum þetta vera góð lokaorð. Er eitthvað sem þú vilt að bæta við að lokum? Bara þakka þér fyrir að veita þessu athygli. Af því að þú hefur ákveðna rödd og ákveðin svona plattform. Fólk ber virðingu fyrir þér og fólk hlustar á þig. Og ég vona að þetta sé bara byrjunin á ákveðinu samtali sem við getum farið að taka bara alvarlega. En þetta er í alvörinu mjög alvarlegt. Þetta er ekkert grín. Þetta er líf fólks. Þetta er líf barna. Þetta er ekkert grín. Þannig ég vil bara þakka þér fyrir að taka upp þráðinn. Þegar enginn annar virðist vilja gera það. Takk kærlega fyrir. Já, takk fyrir að vilja spjalla um mig. Þetta var Hin Reykjavík. Við kveðjum hérna í dag.